Ágætu elskuðu vinir, já, við erum hér mætt til þess að heyra hvað Drottinn ætlar að segja við okkur og við höfum kannski ekkert mjög mikið áhuga á því að heyra hvað þessi ágæti maður hefur mál að segja. Hann hefur auðvitað sína skoðanir eins og þú og allir hinnir en þetta ekki vettvangurinn fyrir þær, heldur það sem að Drottinn vill segja. Og þetta sá staður sem að þú ert komin á til þess að heyra, en ekki hvað þessum ágæta manni finnst eitt og annað sem að gerast. Já, við höfum öll skoðanir og við erum öll að gera eitt og annað sem að svona fangar okkur mikið, sumt gagnlegt, annað það ekki. Því að við erum bara menn og menn hafa áhuga fyrir allt á milli himins og jarða ef því til að dreifa, en stundu líka velja fyrir sig að gera gagnlegri hluti heldur en þetta og gagnlegastur verður hluturinn þegar þú sest við fætur Drottins til þess að heyra hvað hann vill tala til þín í dag. Og þess vegna ertu hér, að því þú vilt heyra hvað hann hefur til mála að leggja, að því þú hefur þá reynslu af honum í gegnum tíðina bara gott. Það hægt að fá allt, já, bara allt á milli himins og jarðar ef þú vilt það. En þú getur líka fengið gagnlega kennslu, gagnlegar upplýsingar, gagnlega leiðsögn fyrir þitt líf. Og þá ert þú á réttum stað við fætur Drottins. Og við eigum yfir okkur Herra sem andum okkur. Og svo andum okkur reyndar að hann dó í okkar stað. Og vænna nú valla hægt að þykja nokkura manneski heldur það vilja deyja í hennar stað. Og þessi, til hér rætt gat þetta. Hann var tekin í sátt hvað þetta varðar og núna þarf ég að trú á hann og trú mín á þennan sem dó upprisu fyrir mitt líf og ég, segðu það með mér, og ég á sínum tíma mun fara til staðana sem hann á núna. Ég á jörðinni, hann á himnum. Og það annar staður heldur en sá staður sem við erum á hér á jörðinni. Og að því ég trúi því að þetta sé svona, og kennslan að undirstrika það við mig aftur og aftur að sé, þá vil ég, fyrir mína parta, taka frá af mikilvægum tíma mínum, því að minn tími jafn mikilvægur mér eins og hann þér. Ég vil nota part af honum í þetta verkefni sem heitir að nema af Drottni. Við gefum okkur alls konar tíma og fullt af tímaóttatíðum til þess að nema eitt og annað, en ekki svo mikið alltaf í að nema að honum sem veit, hefur þetta allt í sinni hendi, stjórnar öllu með höndum sínum og allir þræðir liggja til og heitir Jesú sem getur breytt gangi mála og útbúið framtíðina mína þannig að hún sé til heilla. Og hingað ég komin úr fortíðinni og ég komin hingað og framtíðin fyrir fram að mig og Drottinn hefur hingað til leitt blessun fram og hann ætlar að gera það áfram að því ég að hjálpa til við það verk með því að vita aðeins meira hann, þekkja hann aðeins betur og allt saman stefnir þetta í þá átt að dagurinn verði með Jesú og það lykillinn. Þannig að þú sér að þú gefur þér aldrei of mikinn tíma með Drottni. Þú getur aldrei sagt við sjálfa þig að nú komin nóg, nú ég búin að læra nógu mikið, nú ætla ég að fara að snúa mér einhver öðru. Þú getur þetta, alveg gert þetta, en þú munt fljótlega að sjá það að með þessari ákvörðun þinni þá dregstu aftur úr. Af því að atgangurinn í kringum þetta allt saman svo mikill á þig og já, svo mikill á þig að það getur ekkert öðru sér farið fyrir kristinn mann heldur en hann dragist aftur úr ef hann slakar einhvað á. Og enn og aftur sjáum við mikilvægi þess
að vera með orðið á hreinu og akkur orðið segir aftur og aftur vakið. Og hvað merkir þetta orð að vaka hér og nú? Það merkir það af því að ef þú vakir ekki þá ertu sofandi og þá dregstu aftur. Þú getur verið búin að telja trú það eitthvað allt annað, en Drottinn mun sýna þér það ef þú veitir í athygli að þú ert að dragast aftur. Þú ert fullur upp í rjáfur af orði og þekkingu, en samt ert að dragast aftur úr af því að sambandið þitt við Drottinn í deginum, þetta prívat persónulega samband, er ekki lengur til staðar. Eða ekki eins sterkt og öflugt og var. Drottinn segir þetta sjálfur: ef þér eruð í mér, þá verð ég í yður. Ef þér eruð í mér, þá verð ég í yður vakið. Og þetta tvennt samanspyrt gerir að verkum að ég vaki. Ég er mér meðvitaður hann núna. Og þessi kennsla er að taka á því máli að ég sé mér meðvitaður hann, já, akkurat núna. Og það er málið. Þannig að við sjáum hvernig sem við snúum okkur í þessu, að þá skal lendingin alltaf vera svo, ég og Drottinn saman í deginum, og framtíðin heldur áfram að verða björt og til heilla. Andartækið sker úr heill og vanblessun, vissirðu það? Þetta er auðvelt að skýra með þeim hætti að einhver rekur mína fjörur í andartækinu. Það gerist alltaf í andartækinu, ekki satt? Og ég tek það upp, finnst það heillandi, beygi til vinstri þegar ég hefði átt að fara áfram og geng frá og náttúrulega inn í myrkrið meira og meira, því að það er alltaf þegar við verðum viðskilja við Drottinn, þá göngum við alltaf lengar og lengar inn í myrkrið. Svo allt í einu áður í auki að mér hefur myrkrið gleymt mér. Og er það sama og að haldast á þeim stað sem að maður hefur verið á var á þegar maður er komin út í dimmasta myrkur? Nei, ég dróst aftur. Ég hugði ekki að mér í þessu andartaki sem þá var. Tóku upp einhvað sem fekk mig til að beygja til vinstri þegar allt í mér sagði mér að halda áfram. Og hver segir það að ég rati tilbaka á þann stað sem að ég beygði út af? Enginn. Með öðrum orðum, kennslan, svona kennsla og önnur góð kennsla, segir mér það að vera ekkert að leika mér með það sem ég á. Taka enga áhættu með það sem ég á. Og að því að ég er móðgunargjörn manneskja, tilfinningasöm manneskja, auðsærð manneskja eins og við flest erum, þá er ég við fætur Drottinn sem undirbyggir ýmislegt í mér sem að öðrum kosti myndi hnoðast saman við núningin, en gerir ekki að því að það er verið að styrkja þetta veika. Og við erum öll haldin veikleika einum og öðrum og höldum áfram því miður að vera haldin veikleikum, því að ég hygg að engum okkar endist ævin til þess að styrkja allt sem að þyrfti að styrkja, en það er verið að vinna í því, þannig að við erum alltaf að verða styrkar og styrkar í manneskjur, en samt þetta veiklundaða fólk, að því að við látum svo margt bara hér og nú mæð okkur og vanbless okkur og svo framvegis. Við erum að reyna að bæta umhverfið okkar og við erum að gera það auðvitað, en gengur illa að því að þeir í kringum okkur sem að við erum innanum í dag taka ekki leiðsögn, segjum það. Og hvað ætla ég að gera í því? Ósköp lítið, ég get ekkert gert í því nema að reyna bara að halda sjálfum mér í lagi, og þetta segir þú með mér, nema það að reyna að halda sjálfum mér og sjálfri mér í lagi. Það er verkefni. Og þegar ég held sjálfum mér í lagi, að þá er ég ekki kannski að taka það svo mjög inn á mig hvernig aðrir eru. Þeir eru bara eins og ég og eiga bara sína daga og reyna
að gera það sem er best en hafa svona eru misjaflega lagnir við það, og það er nú bara sannleikurinn, við erum misjaflega lægin við það að sýna okkar andlit út á við, bjart og fallegt. En við viljum það og við stefnum að því. Ég þekki enga manneskju sem ekki vill vera góð manneskja. Ég veit enga manneskju sem ekki í hjarta sín og bak við allan breskleikan vill ekki vera manneskja sem eftir er tekið, sem er áræðanlega manneskja. Ég þekki enga manneskju sem bara segir, mér er alveg saman það getur vel verið að hún segja þetta, en á bak við þetta býr annað, af því að á bak við þetta er það sem að Guð setti í manneskjuna sem er heilt. En dagurinn og atgangurinn í deginum hefur beglað af því að það kom inn í sinni synd í þennan heim. Og allt það sem við erum að glíma við í dag er afleiðing hennar. Allt. Drottinn ætlaði mér aldrei og neinu okkar aldrei að burðast með þessa synd. En hann er góður, vildi gera mannin öðruvísi heldur en aðra skepnur jarðarinnar og gaf okkur frelsi til að hugsa og álykta og lifa okkar eigin lífi. Það höfum við umfram skepnuna dýri, því að það bara gengur eftir eðliskvöt sinni. En við gerum það ekki. Við veljum á hverjum degi hvernig við viljum hafa það. En svo kom syndin og þá byglaðist þetta allt saman sem Guð var búin að gera, og við fórum að taka upp allt aðra háttu og hegðun heldur en Drottinn nokkur tíman sett í okkur. Þetta kom vegna þess að okkur var rænt. Hjarta mínu og okkar sem eru manneskjur var rænt. Og að því að hjartanu var rænt fer maðurinn að breyta eftir nýja herranu sínum sem er illur, og við horfum upp á alla þessa illsku í heiminum sem er mismunandi mikið. Það fer bara eftir í hvort Drottinn sé útbreyttari en á einum tíma en öðrum. Ef hann er útbreyttur á einum tíma þá ber minna á þessu illaafli, en þegar hann er minna metinn þá kemur hitt bara upp. Þetta eru vogaskálarnar sem við er að eiga. En svona er heimurinn. Þetta er heimurinn. En kirkjan er þarna fyrir mig og þig til þess að segja mér fagnaðarerindið, og þetta er auðvitað það sem við erum að gera hér, er auðvitað ekkit annað en boðun fagnaðarerindisins, og fyrir þá sem eru trúaðar manneskjur til styrkingar trúnni sem núna, og gera sér grein fyrir því að þeir eru veiklunda fólk, þeir eru auðsart fólk og vita hvernig þau bregðast oft og rangt við því sem þeir lenda í, af því að þau eru auðsart fólk og vilja taka á þessu og sitja við fætur Drottins, því að þau sjá það að þetta er besti staðurinn. Vilji maðurinn virkilega laga sálartetri sitt og anda sinn, og sem breytist þá í hegðun mannsins og öllu því sem hann er að gera. Og hann verður upplýstjörn manneskja, hann verður starfsam manneskja og engin lognmálla þannig síði kringum hann. Það er alltaf eitthvað að vera, og þannig eru við að Guði sköpuð að vera svona atorkusamt fólk. En það er ýmislegt sem sest á það líka, eins og ég skulle segja bara þunglindið og hvað þetta heitir allt. Þetta er allt afl í okkur sem er að draga úr okkur af því að við erum auðsart fólk. Það þarf ekki oft mikið til þess að, eins og sagt er, við höfum stuttan kveiki þeirra. Eitt ógætilegt orð hefur gjörsamlega eyðilagt fyrir okkur daginn, og hver kannast ekki við þetta. Og þess vegna, því við erum þetta fólk, þá sitjum við fætur Drottinn, við tökum á tíma okkar í þetta verkefni, af því að þetta er verkefni. Þetta er fullgild vinna fyrir mig og þig að vera í, og þess vegna segi ég það, hef aldrei upplifað mig atvinnulausan mann síðan ég kom til Krist. Ég er búin að vera, hef ekki verið á vinnumarkaðanum síðan líklega 98 eitthvað svoleiðis, og í dag er 2015. Þannig að það er orðið nokkur mörg ár síðan að ég fór bara inn í kirkjuna og bara hef verið þar síðan.
og ég sé ekkert annað en að það verði bara þannig áfram, því að ég bara lít drottni, og ef hann vill hafa mig í kirkjunni sinni þá bara ég þar, og hvað á ég að gera annað en að vera þar sem að drottin vill hafa mig. Ég held ég yrði bara mjög óhamingjusöm manneskja ef ég færi eitthvað að brjóta gegn drottni, og ég hygg að þeir sem að brjóta gegn drottni, að þeir séu nú ekki sælasta fólki í öllum heiminum, því að drottin honum er svo annt þig. Hann læsir sínu lófa í þinn, hann sleppir ekki. Ég get og við getum verið að þverskallast við og þrjósku hausar einhverjir, en samt hönd hans í hönd okkar, og við erum þarna og við erum þarna, en við erum hamingjusama manneskjur af því að við erum inn í ranni drottins. En förum við úr ranni drottins, að þá höndin samt í honum, í okkur, og við erum óhamingjusamt fólk. En það getur náttúrulega farið svo að við afneitum drottni, þá hugsanlega sleppir hann. En gerir það okkur að lukkunar pamfílum þurfum afneitum drottni, opinberlega jafnvel, ég gengin á trúnni? Það held ég ekki. Við getum verið brosandi og sætt framan í heiminn til þess að sýna okkur eitthvað grímu, en það bara gríma, og bakvið hana andlit sem grætur, af því að drottin horfði og eftir þessari mannesku út í sollin, heiminn og myrkrið, og manneskjan þekkti drottin, hún gleymir því ekki neitt, veit þennan aðskilnað, en stoltið og reiðin og biturleikin og allt saman í garð kirkju og drottins hindrar hann í að koma aftur. Og svo geti farið, ef hún vitgast ekki ykkur stóra leiðinni, að hún bara missi af, og þá náttúrulega hún komin á þann stað bara eins og syndani fer. Við vitum alveg hvert syndani fer, Biblían talar hvert hann fer. Þú þarft að trúa á Jesú ef þú vilt sleppa from your hell, og ég sem trúa á Jesú en missi vitið og afneita Kristi, þá ég bara komin á sama stað og hinnir. Þá drottin ekki lengur neitt fyrir mér, frekar en syndaranum. En í raun maður á miklu verri stað, því að þrátt verið það að maður afneiti drottni, sem ég ætla ekki að gera, og svo hjálpur mig Guð, en þrátt verið það að ég afneiti honum, þá auðvitað þekki ég hann, að því ég var einu sinni með honum. Þetta eins og bara með lærdóminn þinn, þú sért kannski ekki að nota hann akkurat í augnabliki, þá manstu eftir honum. Þú getur rifjað hann upp, og allt þetta góða og fallega í lífinu, alveg sama á hvaða stað þú ert, þú getur rifjað það allt saman upp, að því einu sem vastu á betri stað kannski heldur en þú ert á í dag. En það breytir ekki því ef þú ert búin að afneita drottni, tala nú ekki opinberlega, gengin á trúnni, eins og það heitir, þú þarft að játa hann aftur þá opinberlega, til þess að ná þessu, til þess að hann taki við þér aftur. Hver sem afneita mig frammi fyrir mönnum, honum mun mannssonurinn afneita fyrir föðurnum og himnum, segir drottin eitthvað á þessa leið. Þannig við erum ekkert að djóka neitt hérna, þetta alvöru mál. En við höfum leið tilbaka, hún í gegnum iðrunin og afturhvarfi, og ég bara bið Guð að hjálpa því fólki sem á þessum stað að taka í sér rögg og fá kraft til þess að gera það sem það þarf að gera, ekki fyrir nokkurn mann, heldur fyrir sjálfa sig. Þegar þetta snýst mitt eilífa líf á himnum. Ég vil komast til himna, og ég tilbúin til að þola hvað sem hérna, en til himna vil ég komast. Og þetta segir þú með mér, að því ég veit að þú vilt það líka. En við höfum hann yfir okkur sem annt sauðina, og ég einn sauður drottins, sauður, ég einn af þessum sauðum drottins, og sauðirnir eru mjög skemmtilegar skepnur. Það ekkert að því, sko. En yfirskriftin á þessum þætti annt sauðina. Við veitum hverjum annt sauðina, það Jesús. Við skulum byrja, þetta í 10. kaflanum sem við ætlum að lesa í Jóhannes Guðspjalli, og þar stendur í 1. versi: Sannlega, sannlega segi ég yður,
sá sem kemur ekki dyrnar inn í Sauðabyrgi heldur fyrir yfir annar staðar, hann þjófur og ræningi. Þannig að við sem ætlum að annars sauði drottins, við förum ekki yfir vegginn, við komum bara inn dyrnar, brosandi og falleg. Þá gerum við þetta allt rétt. Hann þjófur og ræningi, en sá sem kemur inn dyrnar hirðir sauðanna. Dyravörðurinn líkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra raust hans og kallar á sína sauð með nafni og leiðir þó út. Hvað heitir þau? Drottinn kallar á þig með nafni. Hann þekkir sína sauði. En þekkja sauðirnir hann? Já, þeir þekkja og þeir hlýða raust hans og þeir setjast niður við fætur hans og hlusta. Að þeir finna hvað orðin hans fara vel hjartað. Og þetta það sem þeir sækjast í. Þess vegna segi ég það að þú hefur ekki svo mikið áhuga fyrir því að heyra hvað þessi maður hefur persónulega eitt og annað að segja. Nei, þú vilt heyra það sem drottinn að tala. Þaðan kemur blessunin, það fæðan sem hann að gefa sínum sauðum. Þannig leyndardómur á ferðinni sem trúin hefur upplokið fyrir þér. Að því að þú trúuð manneskja, að því að eitt sinn endur fæddistu og þá fékkstu til þín heilagan anda og móttöku skilirinn öll til þess að skilja það sem Guð að segja. Og hann að tala til því núna. Uppbyggjandi orð, að því að hann vill að þú tækir trúðina alvarlega. Alvarlega heldur þú hefur gert. Og þá hættir þú að velta því fyrir þér syngt og heilagt hvort þú eigir að vera eða fara. Þú segir, ég ætla að vera. Ég ætla að þola það sem ég þarf að þola og ég ætla að taka upp minn kross, hvað sem það kostar mig. Og svona kennsla áréttar og undirstrykar allt svona fyrir þér. Að þetta sé það sem ég þurfa að gera. Þrátt fyrir það að ég og þú tökum okkur frá fyrir drottinn, þá höfum við fullt af tíma til að gera allt annað sem við viljum. Fullt af tíma, þegar þetta tekur bara 40 mínútur. En það eru 24 stundir í einum degi. En við völdum fyrir okkur að gera þetta með þessum hætti, en gerum samt allt annað sem við viljum. En öndvert við hann sem vill ekki fara þessa leið, telur sig ekki þurfa að fara þessa leið, að þá styrkist þú, eða helst allavega og styrkist, en hinn hefur alla burði til þess að dragast aftur úr. Og það á enginn maður að sætta sig við, aldrei í lífinu á hann að sætta sig við það að dragast aftur úr að því hann þarf það ekki. Og til þess hann fari ekki þessa leið, þá gerir hann það sem þarf og upplýst fyrir honum himnaríki, viska Guðsinn í kringumstæður og hann lukkunnar megin þann daginn allt í hann. Það til alls að vinna, elskuðu vinir, að gefa Guði á tíma sínum, mikilvægum tíma sínum. Ég undirstreka það að tími minn og okkar sem tökum okkur frá jafn mikilvægur og tími allra manna og kvenna, en við veljum að fara með hluta á honum í þessa átt. Og það okkar styrkur. Það okkar styrkur. Og sumir, elskuðu vinir, vildu að þeir hefðu meiri tíma í þetta, en þeir hafa hann ekki vegna aðstæðna. En við sum höfum nógan tíma en nennum ekki að gera þetta. Það ekki gott. Það ekki gott að geta hafa tíma til en nenna því ekki. Svo erum við hissa á því að svona það ekkert að gerast þannig séð hjá okkur. Við erum alltaf í einhverjum átökum, við erum alltaf á leiðin að gera þetta, við erum alltaf að tala um þetta og svo gerist ekki neitt. Af hverju? Ég veit ekkert um það. Þú eru bara að skoða það hjá sjálfum þér og ég ætla að gera það líka hjá mér, sé þetta staðan.
Lífið er á hreyfingu og ég vil að mitt líf sé á hreyfingu. Er það á hreyfingu? Já, það er á hreyfingu. Sérðu það? Mér var það ekkert það hvað þú sérð, en það er á hreyfingu. Og ég veit að þitt líf er líka á hreyfingu og Drottinn hefur blessað okkur með þeim hætti að leyfa því að vera á hreyfingu. Já, þegar hann hefur látið út alla sauði sína fer hann á undan þeim og þeir fylgja honum að því að þeir þekkja röst hans. Það er ekki þannig. Þetta er merki það að þú ert aldrei einn. Þú eltir hann. Og hvað segir ekki Drottinn á einu stað? Ég geri einungis það sem ég sé föðurinn gera. Og sérði ekki allt sem hann er að gera sem þú ert að elta. Það er ekki rétt. Það held ég. Og þú ert að elta hann að því þú vill læra af honum. Þú ert ekki að elta hann í einhverjum annarlegum tilgangi. Nei, þú eltir hann að því að þú vill læra af honum, að þú veist að sá sem þú ert að elta er til góðs fyrir þitt líf. Að því að við fylgjum honum við söðurnir hans sem dó í okkar stað og hann heiti Jesú. Hann er upprisinn að því að gröfin hélt honum ekki. Sökum hreinleikans sem að hjarta hans var fullt af. Það var fullt af birtu. Það var baða birtu frá, bara hólfa og milli. Þar var engin dökkur blettur. En að því að við erum menn, þá eru dökkir blettir í okkar fari sem að kennslan kemur inn í og lýsir upp og heitir þá skilningu. Aukin þekking á viðfangsefninu Jesú. Og er það ekki það sem við viljum? Þekkja betur viðfangsefnið okkar Jesú. Jú, að því að við viljum vera í honum, að því hann segir sjálfur þá verð ég í yður. Og styrkurinn er augljós. Því allt sem Kristur gerir býr þó í okkur. Við sjáum að það er til alls að vinna að gera það sem Drottinn er að segja okkur. Og er ekkert að láta sjálfan sig eða aðra eitthvað að draga úr því. Því að Drottinn gefur mér visku til þess að sjá það sjálfur að svona þarf þetta að vera. Við getum vitað ýmislegt sjálf. Og við vitum ýmislegt. Og það er okkar valdi að láta aðra draga úr okkur eða ekki. Fullt af fólki sem mun reyna að draga úr okkur. Þetta þekkjum við mæta vel. Þess vegna að vera innan það fólk sem að dregur ekki úr okkur. Það er líka til. Ég þekki bæði rétt og þú. Ég veit menn sem að drífa mig áfram. Ég veit líka menn sem að byggja mig ekki upp. Og ég er innan bæði. Þó ég vilji frekar vera með hinum. Þá eru háttalar þannig til að ég geta ekki alltaf. Og það er eins með þig. En ef þú vilt vera í þeim sem að sogar allt líf úr þér, þá er það bara þitt val og sýnir best ástandi á þér sjálfum. Við ráðum þessu öllu sjálf hvernig þetta er. Og þegar þú ert innan fólk sem talar uppbyggjandi, þá temstu við það sjálfur og sjálf og sækir í þann hóp sem þannig talar. En ef þú sækir í hinn hópin sem talar niður í tal allan daginn og þannig að ertu bara á sama stað og þú getur komið af þeim stað, það er engin spurning, þú þarft að vilja það og til að vilja þarftu fyrst að sjá og það að sjá er best gert með því að sitja reglulega við fætur Drottins og leyfa honum að tala til sín. Þá sér maður allt í hennu að jú, þarna var nú kannski einhvað sem hefði ekki átt að vera svona hjá mér. Og þegar þú ert búin að sjá það, þá viltu líka laga það. Og þú ferði í þá vinnu og ef þú ert staðföst manniska, þá klárar þá vinnu. Og hefur komið þér af stað B til stað C, já, segjum það bara. Allavega þú ert ekki lengur á þeim stað sem þú varst á, þú ert komin á annan stað. Þú vannst þá vinnu sem þurfti til þess að koma þér af stað B til C og að því þú tilheyrir honum sem er með þér í verkinu og hann ann þér.
hann er hirðir þinn, hann fer með þig út, hann fer með þig inn og þú gekkst í gegnum hann til þú komst í upphafið inn í þetta sauða byrgi. Og hann er upprisinn, hann er ekki dáinn, hann er upprisinn og í þér býr sami upprisukraftur sem leiðir þig þangað sem hann er. Þannig þú ert ekkert á leiðin til heljar, þú skalt bara vita það. Þess vegna ætlar þú að styrkja þig í dag þannig að þú sért öruggur og örugg að þetta bara endi vel. Dagurinn í dag er búin að vera frábær. Dagarnir og undan hafa verið frábæri. Kannski ekki alltaf neitt léttir alltaf, en samt góðir. Svona þegar við horfum tilbaka, þetta var allt í lagi. Eins verður með daginn í dag, hann er bara eins og hann er alls konar, en samt allt í lagi. Við sjáum hvernig afstæðan afgreiðir máli. Við vitum að það er alls konar sem gerist í deginu, samt er allt í lagi að því að afstæða mín er þannig. Og bara segir þetta er allt í lagi. Maður hefur séð það svartara. Og það er líka þannig að oft hefur við séð það svartara. Allt vegna þess að við setjum við fætur Drottinn og við leifum honum að kalla þetta jákvæða góða fram í okkur gegnum trúna sína sem hann gaf mér, og heilagur andi er að næra og nota til þess að auka skilningin mín á því hvernig Jesú starfar og aktar bara í þessum degi, í þessu umhverfi, þessu andartaki sem ég dreg andan í. Það snýst allt málið. Það er andartakið sem ég er í. Þú ert í þínu andartaki. Þú ert í þínum þanga. Hvernig er hann? Neikvæður, jákvæður. Ertu glöðmanniski, ertu hryggmanniski, ertu döpurmanniski, ertu með alls konar hugsanir sem ætti ekki að vera. Drottinn er að tala til þín. Hann er að benda þér á einhvað sem þú þarft kannski að skoða. Af hverju? Af einni ástæðu. Þú situr við fætur Drottins. Og það er gagnlegt að sitja við fætur Drottins. Fyrir allt fólk og engum og sérlega þá sem vilja vaksa í sinni trú. En þú ert ekki að horfa neitt á þennan mannsins líka. Þú ert að hlusta á rödd Drottins í gegnum hans munn. Og það breytir öllu. Biblían segir, og þú veist það því að þú ert það fróður í Biblíunni, að Drottinn er að nota fólk. Og hverjir voru þessir menn sem að Drottinn var að nota í Biblíunni? Bara ég og þú. Ekkert öðru þessi fólk, ekkert merkilegra fólk heldur en bara ég og þú. Og það myndi líka komast að þegar þú kafar ofan í Gamla og Nýja testamentið að þetta var bara venjulegt fólk. Og þarna kemur þekkingin á Biblíunni þér að notum þegar þú sér að þessir menn voru bara eins og þú. Glímdu sömu glímu. Og þú horfir á þeim, notfærið þér spekinu þeirra og viskunni sem þeir eiga og á Jesú, því hann lifir. Og þessir menn sem að dóu í Drottni, þeir hafa bara upprisukraftin í sér rétt eins og ég, en hann lifir. Og svo komum við í fyllingu tímans til hans, af því að við trúðum á hann. Við afneituðum honum aldrei. Og hann heldur í okkar lóa og sleppir ekki. En ef ég náttúrulega vill ekki að hann haldi lengur í þessa hönd mína, þá náttúrulega líklega sleppir hann. Ég reyndar að veit ekkert hvernig það mál er, og ég bara býð Drottinum að gefa okkur öllu þá visku að hann þurfi ekkert að vera neitt að velta í fyrir sig hvort hann er að halda eða sleppa. En ég veit það að hann virðir það sem að ég vil sjálfur. Það höfum við fengið að sjá aftur og aftur og aftur og aftur. En honum er samt andum mig. Hann hefur alltaf þótt vænt mig alveg síðan ég fæddist. Og hann elskar syndarann en hatar syndina. Og þetta er boðskapurinn að við þurfum að fara út með fagnaðarerindi. Og þá erum við ekki leið að bera fram einhvern hégóm og vitleysu sem heimurinn er fullur af,
en við megum ekki vera inni sem trúa fólk. Við þurfum að vera hafin yfir þetta og eitt af því sem við gerum að taka okkur frá. Því það á hver maður að gera. Skulum lesa þetta aðeins meira. Við höfum núna í 7. versið. Því sagði Jesú aftur, sannlega, sannlega segi ég yður, ég dyr sauðanna. Þú ferð í gegnum hann og þá ertu komin inn í söfnuðin hans. Þú ferð ekki inn í söfnuð Guðs yfir vegginn. En þú kemur beint í gegnum dyrnar og Jesús dyrnar. Hann sá sem þú þarft að fara í gegnum. Þetta bara mynd upp á endurfæðinguna þeina. Það kemur enginn til drottins nema drottins sjálfur dragi. Það segir hann. Af hverju vilja menn fara yfir vegginn inn í söfnuð Guðs? Það til þess að eyðileggja söfnuðin. Af því hér afl til þess að stela, slátra og eyða. En auðvitað náttúrulega mun drottin einhvers staðar stoppa það og viðkomandi farin út. En tjón hefur orðið sem aldrei þurfti að vera, hefðu við bara gert þetta rétt. Og þess vegna sitjum við fætur drottins að þið viljum gera þetta rétt. Þetta snýst ekki að skipa og skamma og stjórna einu og öðru. Nei, þetta snýst það að beygja sig fyrir vilja Guðs. Það snýst ekki neitt annað. Ég og Jesús saman núna og allt fer vel. Og ég sætti mig bara við það að fylgja drottni, læra honum, elta hann og fá leiðsögn frá Herra mínum sem heitir Jesú. Og þá var allt mitt í friði. En þetta náttúrulega brýtur stoltið, þetta brýtur odd á oflætinu og svo framvegis og svo framvegis. Það bara allt í lagi. Með tímanum læri ég það að þetta hvort bara byrðar á lífi fólks og líka á mínu lífi sé það til staðar. Stolt og það þarf að fara. Það hindrun. Við megum ekki vera með hindranirnar augljósar fyrir framan okkur sem að hindra okkur í að ná beinu, hreinu og tæru sambandi við hann sem dó í okkar stað og hirðir okkar og heitir Jesú. Já, enn og aftur stöldrum við staðinn sem heitir kennsla í orði Guðs. Við fætur Guðs, fætur drottins og sjáum gagnsemin augljós. Margir punktar sem við fáum sem að við getum skoðað, staldra við og hugsaðum að við sjáum að það vit í þessu fyrir okkur og okkar trú. Já, ég dyr sauðanna. Allir þeir sem á undan mér komu eru þjófar og ræningjar, enda hlýtu sauðirnir þeim ekki. Ég dyrnar, sá sem kemur inn í mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátur og eyða. Ég kom til þess að þeir hafi líf í fyllstugnægð. Ekki rétt? Hefur það ekki verið þannig hjá okkur lífið? Hefur okkur skort eitthvað? Við höfum ekki alltaf verið ánægðar manneskjur. Það bara vanþakklætinu sem þar að kenna. Ekki því að drottin hafi ekki staðið við sitt. Og þá komum við að enn einn í kennslunni sem heitir þetta mikilvæga þakklæti, sem setur mig á ákveðin stað frammi fyrir drottni í auðmýkt. Og þakklátan mann auðvelt að gera til geðs af því hann þakklátur. En hann hefur lært að vera þakklátur. Einu sinni var hann vanþakklátur, látastur kannski allra manna, en nú var hann þakklátur. Og þess vegna svo auðvelt að gera hann til geðs og hæfis. Þetta fólki sem við eigum að vera. Þakklætið merkir líka að ég ánægður með minn stað í Guði. Og það ekki létt að fundið að vera ánægður með þann stað sem maður á og valdi sjálfur á sínum tíma og hefur haldist við að því að náð drottins yfir.
Og enn og aftur sjáum við það að þetta er kennslan sem kemur þessu til skila til okkar og heldur okkur á þessum stað og lætur okkur vaksa í því sem er gott, af því það er komið frá Guði, í Jesú nafni. En við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson kveður og þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram, að þú ætlar að halda áfram að biðja inn í verkefnið með honum.